Komið sæl. Í þessu myndskeiði ætlum við að fara aðeins yfir hvernig reikningar eru endurprentaðir eða leiðréttir og hvernig við getum fylgst með frásendum reikningum okkar í gegnum sendingar yfirlit. Og við byrjum á því kannski að fara hérna í flippan endursenda og endurprenta. Í fyrsta lína hérna segir endurprentur reikninga og þá er hann að prentast hann, en hérna í línu fyrir neðan endursenda, að þar höfum við val það með hvaða sendingamáta við ætlum að senda eldri reikninga. Við getum þannig fundið þá reikninga sem við ætlum að senda og skiptum skoðun að við tökum bara hérna nokkra reikninga og við ætlum að senda það núna alla með tölvupósti. Þá staðfestum við það. Og þá sendur hún alltaf þessar reikninga með tölvupósti. Ef eitthvað af þessum viðtengandum hefur ekki verið með skráð til dæmis netfang, þá mun hann koma á villu. Og þá eru þeir allir farnir sem skulum kíkja á sendingaryfirliti og þá sjáum við hérna að þetta verður sendar allir þessi reikningar sem við völdum hérna, þau verður sendar á þessi netfang. Ef það hefur komið villa þá hefur séð það þarna í þessum reit, þessum hérna villureit. Nú förum næst í hnappinn leiðréttingar. Leiðréttingar í rafrænum reikningum er aðeins öðruvísi en bakfærslan í gamla stólpa var skilgreind. Það er búið að skýra með mjög skilmerkilegum hætti hvernig bakfærsla eða leiðrétting á reikningum, rafrænum reikningum skal vera. Og til að geta ákveðið samræmis á milli þess óháð því hvort að reikningur sé sendur út með pappír eða tölvupósti eða rafrænni leið, þá fylgir öll þessi sendingaform sama staðlinum. Og þessi mynd er tekin úr staðlinum og sýnir með grafískum hætti hvernig ferlið er. Nú, þessi valmöguleikar eru rauninni endurspeglun á því sem að myndin var að sýna, að annaðhvort eru að tala um hérna ákveðin kreditreikning, bakfærslu. Það eru tveir valmöguleikar sem að tilheyra því. Annaðhvort eru að ógilda einhvern reikning í heilu lagi og veljum þá við það. Eða þau verðum að leiðrétta áður sendur reikning. Nú, við getum einnig verið að senda viðbótarreikning og viljum þá afrita þann reikning sem áður var gefinn eða bæta við reikning. Og þessi texti hérna sem er hérna á myndunum skýrir þetta nokkuð vel. Og ef við segjum alltaf að bakfæra hérna ákveðna reikninga, við ætlum að ógilda hérna reikninga sem við vorum búin að gera áður, þá kemur hún með hefðbundna litaglugga og hérna við stækkum hún eins og okkur þóknast. Ef við stækkum gluggana þá er ýta hérna að hreinsa til þess að hún jafni út dálkabreiddina og við ætlum að bakfæra hérna nokkra reikninga. Og þá kemur þetta sem drög að bakfærslu, þess að það er ekki búið að klára bakfærsluna fyrir náttúrulega við klárum uppfærsluna líka. Og ef við viljum ekkert fara neitt og breyta þessum bakfærslum, þá er henni bara uppfærað á hér og staðfestum og sendum út. Og þetta er sendt með þeim þá sama hætti og skuldunuturinn stiltur á. Og þá er bakfærslan farið fram. Og við sjáum hérna kreditreikningar hafa verið sendir á þess aðala. Og ef við viljum til dæmis afrita reikningar sem vorum áður búin að gera, þá veljum við reikningina sem við viljum taka afrit af. Skulum taka hérna nokkra reikningar með haldarinn í kontrótakkanum, getum við valið marga. Og þá fáum við upp hérna afrita þessum reikningum. Við afritum við heilu lagið þar sem við fáum bæði hausinn og línurnar. Og við getum samt sem að fara hérna alltaf inn og breyta því sem okkur þótt eftir í hug. Það er tilvísun hérna í þann reikning sem við erum að afrita, bæði hér og þennan hér. Og við getum að fara hérna og sagt að hérna hafa átt að vera að selja hérna tvö hús til viðbótar eða 2 hjól til viðbótar og þegar við erum sátt við þetta þá gerum það breytingar sem við viljum gera og uppfæra.
og þá er það farið. Að lokum þá ætla ég sýningur aftur þessa valmynd sendingu á móttökuskrá. Hér verður yfirlit yfir alla þá reikninga sem eru sendir og hérna getið þið farið inn og leitað þess ákveðnum reikningsnúmerum. Við viljum reyta reikningunum 172 175 þetta stjörn á undan, þannig að þá þýðir það að hún leitar að þessu stjörnum fyrir undan, þá getur við hvaða gildi sem verið á undan og eins ef stjarnan fyrir aftan, þá getur hvaða gildi sem verið fyrir aftan en hún þarf að finna þennan reikning. Og hérna sjáum við það að vorum að senda þennan reikning hérna. Bæði þegar við sendum hann uppalega og líka þegar við endur sendum hann. Nú ef við viljum til þess að finna ákveðið fyrirtæki hérna, þá getum við að segja þannig að við ætlum að hreinsa síur hérna uppi, við ætlum að finna hérna ákveðið fyrirtæki og til að mynda við ætlum að fá hérna fyrirtæki bara A og þá sjáum við alla reikninga sem við sendt á þetta fyrirtæki og alla þær villur sem er. Við getum líka einnig sagt hérna, við ætlum að fá hérna villu á, allt það sem var á villu á þetta fyrirtæki og þetta gerur okkur leitina mjög einfalt að geta tilgreint þannig hvert við erum að senda og hvernig það hefur gengið.